Hvað er þetta stökkpallur? Að taka þetta svona keppni? Já, þetta getur verið það. Það fer eftir hvernig maður nýtir það. Og hérna, fyrsta lagi er þetta gluggi sem 250 milljónir manns horfa á. Og ef þú ert búinn að koma atriði að syngja fyrir fram 250 milljónir manns, þá eru 250 milljónir í viðbót búin að sjá þig með að við þegar þú varst í hörpunni. Þannig að þetta er leið til að kynna þig, fólk veit hvað þú heitir, veit hvað þú lítur út. En maður er náttúrulega bara alltaf góður á það síðast sem maður gerði, þannig að eftir að fara gegnum svona keppni, þá byrja vinnan. Þá byrja vinnan að nýta þá sem að voru að fíla það sem hann gerir og búa til eitthvað sem að þeir hafa áhuga á og svo kemur þetta koll á kolli eins og við gerðum með Heri Björku þegar hún fór í þessa keppni í 2010. Þá byrjaði vinnan eftir keppnina og nú er hún búin að túra Evrópu síðan 2010, búin að túra í Bandaríkjunum og Suður-Ameríka er núna hefjast sá túr og hérna búin að vinna keppni þar. Þannig að maður þarf að byggja ofan á hann en með að færa svona keppni þá fer maður sko héðan og hingað og getur byrjað að byggja þaðan sko. Segðu mér, þú ert nú umboðsmaður nokkura, búin að vera að vinna fyrir nokkura Euros og fara og líka erlenda. Hvernig vinna er þetta? Þetta er náttúrulega ofboðslega mikil svona mannleg tengsl vinna. Maður býr sér til ofboðslega mikil tengsl á svona stað. Maður passar á því að geyma e-mailið af öllum nafnspjöldum og býr sér til góða banka af e-mailum. Við sendum fréttabréf út reglulega. Við byggjum ofan á allt sem hvers skipti sem að maður kemur á nýjan svona stað og fær maður aðeins meiri kontakta og getur búið til eitthvað meira og komið fólki að á fleiri staði, komið fleiri lögum í spilun og við okkur hefur tekið staðsetta ansi mörg íslensk poplög í spilun í Evrópu og þetta er alltaf eitthvað. Hvað með hin löndin? Hvað er í uppáhaldi á þér? Ég er ekki búinn að mynda mér endanlega skoðun en þau svona lönd sem standa upp úr hjá mér sem ég svona, mér finnst svona við vinningsleg atriði fyrir utan okkur er hérna Holland, Svíþjóð og Rússland. Þetta er náttúrulega rosalega fjölmiðlakeppni og það er ekki skrítið vegna þess að þetta snýst að þetta er meira og minna nýir artistar. Það er verið að kynna það fyrir Evrópu og ástæðan fyrir þeir eru hér er til að kynna sig og þá náttúrulega þarf maður að nýta gluggann og komast á sem besta stað, þekkjast sem best eftir þessa keppni, sama hvort það skila manni í hærri sæti eða ekki, en það er bara að kynna sig. Sænski strákurinn er alltaf með alveg heraf sko, pressfulltrúum og pressu eftir sér og hann virðist vera að ná svaka athygli, en svo kíkir maður aðeins á þetta. Þetta er rosa mikið sænsku fjölmiðlarnir sem eru að fylgjast með honum, af því það eru svo margir sænski fjölmiðlar hérna. Þannig að ég veit ekki, mér finnst finnska stelpan búin að vera ofboðslega dugleg. Hún tekur allstaðar sirkus og atriði, hún nær allstaðar myndavélunum og hún myndast vel og hún hagar sig eins og fíbl og er svona sprellikall, þannig að hún er athygli. En svo er nú Eyþór búin að ná helviti mikill athygli og það hjálpar, hann er búin að vera svolítið öðruvísin hinnir. Ef hann er spurður, af hverju að kjósa þig? Þá segir hann bara, já, ef þú fílar lagið, þá áttu að kjósa mig, annars ekki. Þetta þykir þeim óvenjulegt, hann er svona á jörðinni, hann er innlægur en svo náttúrulega lítur hann mjög vel út og mjög auðþekkjanlegur með þetta síða hár. Hann er búinn að fá helviti gott sko. Ég hef tekið eftir að þú ert að svara tölvupóstum allan sólarhringinn. Hvenær ætlar þú að fara að sofa? Ég fer bara að sofa sunnudaginn.